Jæja, þá ætla ég að kynna hérna eina litla smíði og teikningin er hér. Þetta er lítil falleg teikning sem að ég rissaði upp og stykkið sem að smíðar eftir henni er þetta hérna. Og hvað er svo þetta? Heyri ég að menn spyrja. Jú, þetta er módelstandur. Ég mun nú sýna fram á. Með þessum módelstandi get ég komið módelinu fyrir. Það er stíft og þétt hérna framan og nú get ég stillt það þannig að það sé þétt líka að aftan og haggast ekki á meðan ég er að vinna í því. Ég þarf einmitt að fara að vinna inn í cockpitinu af þessu módeli og það er þá akkurat í réttri hæð fyrir mig til þess að vinna við. Ég skal nú sýna ykkur hvernig svona módelstandur er settur saman. Hérna eru hlutirnir sem þarf í þennan stand. Það eru tvær hliðar hérna. Síðan eru 4 svona stykki þar sem að eigum eftir að saga hérna úr og þau koma síðan hérna sikkur megin við. Síðan eru 4 svona stykki og þau koma hér á, þannig að hérna myndast kantur sem að hægt er að renna hérna fram og tilbaka og svo er ég með hérna 2 stóðir sem ég ætla að líma saman og koma á milli þessara tveggja. En það fyrsta sem ég þarf að gera er að taka upplýsingarnar hérna á teikningunni og færa það á spýturnar. Hérna er ég búinn að strika á spýtuna formið af teikningunni og eins hér. Það sem ég ætla að gera núna er að saga þetta út en að því að ég þarf 4 svona stykki og 2 svona stykki og svo 4 af þessari breidd, þá ætla ég að nota svona teppalínband sem ég er búinn að skella hérna á og þetta teppalínband er orðið gamalt og gróið. Svona. Brúnin hér er alveg bein, þannig að ég ætla að nota það og þetta þarf að koma þarna inn á, svona. Nú get ég saga þetta annarkvort með stingsög eða bandsög og að því á bandsög þá ætla ég að nota hana. Sama ger ég hérna við þessi stykki. Hérna er bara 1 límband með þess að þeim megin þar sem að afskurðurinn verður svo að svona ég að líma alla hina á þetta líka og síðan saga þetta út. Hérna er ég búinn að saga út 12 mm formið hérna og þá get ég nota það til þess að merkja á 4 mm plötuna nákvæmlega formið sem ég þarf sem að síðan límist hér á og þá er komin kantur sem þetta getur runnið eftir. Hérna er ég búinn að setja gött og síðan þarf ég að gera rauf á milli þeirra á öllum plötunum. Ég geri það líklega bara með stingsög eða einhverju svoleiðis og þá get ég staðsett þetta ofan á standinu. Hérna
er ég komin með alla hlutana sem ég þarf í þennan módelstand. Það eru hliðarnar 2, það eru stykkin hérna sem að renna hér fram og tilbaka og þetta hérna sem er í rauninni partur af þessum stykkjum. Og svo er ég hérna með efni í það sem kemur hér á milli. Það sem maður þarf að gera núna er að pússa þetta allt saman. Þannig að þá setur maður á sig öndunargrímuna og notar sandpapír. Nú þarf ég að fara að líma saman og það kemur eitt svona þunnur á eitt svona þykkari. Þessi er 12 mm, þessi er 4 og það límist það bil svona saman. Og þau þurfum 4 stykki og þau þurfum öll að vera eins. Til þess að staðsetja þetta rétt þá tek ég eitt mál hérna sem sagt 3 mm, centimeter segi ég, frá neðri brúninni, 30 mm og upp í 4 mm krossviðin eru þessi 3 cm hérna. Þetta er eina málið sem er mikilvægt. Og svo ger ég strik. Og nú veit ég hvar ég á að líma þetta stykki. Svona. Annað sem þarf að líma eru þessi 2. Ég ætla að láta þá vera á milli og ég þarf að líma þá saman svona. Það er nú auðvelt. Hérna eru allir hlutarnir komnir. Ég er búinn að bora hérna og undirsinga þannig að ég geti skrúfað þetta fast hér við. Og ég er búinn að pússa allt og gera slétt og fallegt. Og nú ætla ég að mála þetta. Þetta er
einhver afgangsmáling sem ég á, dökkblá svona, að byrja því að setja hann á, sjá hvernig það gengur. Ef mér finnst það slæmt þá sleiti ég einhver öðru yfir þetta og gera eitthvað skemmtilegt. Ég fór í Bíkó og keypti mér dót sem þarf til þess að setja saman hennar stand og það sem þarf eru 2 svona boltar. Þeir þurfa ekki endilega að vera bláir, þeir eru bláir vegna þess að ég var að sprauta. Og 4 svona brettaskífur og 2 svona rær. Svo bað ég hnúða svona til þess að herða saman þessar rær og þessar bolta og það var náttúrulega hvergi til svoleiðis, svo að ég bjó til sjálfur svona hnúð úr krossviði og setti annars vegar bolta í hann og hins vegar ró. Þannig að nú get ég skrúað saman svona stykki. Að auki þá fekk ég mér smái svona þéttilista sem ég ætla að líma á sæti þar sem að módelið kemur til með að sitja. Ég fekk mér svona gúmmífætur og skrúfur til að skrúfa þær fastar. Svo setja þetta dót á og setja standinn saman. Hérna er ég búinn að finna miðjuna á hliðinni efst og ég þarf að gera gat fyrir boltanum sem heldur þessu á. Ég er búinn að merkja miðjuna hérna og þá get ég sett þetta hérna á þar sem það á að sitja. Ég sé strikið hérna í gegn og nú set ég bara kross, þannig þarna akkurat á gatið að vera til þess að þetta sitji á réttum stað. Ég geri þetta við hina plötuna líka. Svo bora ég með 6 mm bor og fæ gatið á sinn stað. Þessi bolti fer hérna dálítið stífur í gegn. Ég ætla að hafa svona skinnu upp á brettaskífu.
Svona. Þessi hér á móti. Svona. Nú get ég dregið þetta hérna í sundur fyrir módelið og saman eftir þörfum. Til að verja krossviðin hérna þá ætla ég að setja svona gúmmítappa eða gúmmífætur undir á 4 stöðum, en það þarf líklega að bora þá fasta. Svo að þá er öruggara að krossviðurinn klofni ekki. Og svo var auðvitað enn ein, já, skar vitlausum megin við. Já. Og svo náttúrulega tork hérna sem er ekki með. Kannski væri ekki vitlaust að setja skinnu líka. Sjá hvort ég á ekki skinnu sem þetta gengur. Nú þarf bara að gera 3 í viðbót. Það síðasta sem ég geri er að ég tek svona þéttinglista, sjálflímandi. Þetta er 25 cm, það er mér sé of langt. Og ég lími það hérna á þessa 2 arma. Þannig að módelið setjist alltaf á mjúkt sæti. Þetta ætti að vera alveg nóg og komið í veg fyrir stórar skemmdir.